Eyjamenn gerðu virkilega góða ferð í kórinn og leikur sem var nokkuð jafn en það var einn maður sem var eiginlega munurinn á liðinum og það var sonur þjálfarans Andri Erlingsson sem var bara hreint óstöðandi 12-14. Já, hann bara tók yfir leikinn og hann bara, eins og segir 12-14 með fullt af sköpum, færum, stóðsendingum. Hvernig hann einhvern veginn tekur við þessu svona hlutverki innan IBF-liðsins þegar Elís núna búinn að detta út í nokkra leiki, þá hann einhvern veginn mættur þarna og hann er í undirhandaskotunum, hann að hoppa upp, hann að brjótast í gegn, hann að spila einmitt leikmenninu uppi og skora eins og þarna breytt hægra megin. Hann var algjörlega frábær og eins og ég sagði, í seinni hálfleiknum þá bara tekur hann yfir. Það er jafnt þegar 9 mínútur eftir að leiknum, þá mætir hann einhvern veginn og svona neglir síðasta naglan í hákangana. Men Ási, hver góður getur þessi strákur orðið? Ég er ofboðslega hrifinn af honum. Ég er líka hrifinn af honum sem karakter. Hún var heppinn að vera að þjálfa unglingalandshópinn þegar hann var þar í 10. bekk. Og þetta er frábær karakter, sko. Líka. Og ég veist, hann hefur ekki... Já, hann ekki langt að sækja það. Fjölskyldan er bara... Fjölskyldan er náttúrulega. En á 8. mínútu leiksins, þá gerist þetta hérna. Gott mark hjá Ágústi. Andri Erlingsson fær 2 mínútur fyrir að fella í raun og veru Ágúst. Ég veist að segja. Er þetta ekki rautt spjald? Þetta er vísvitandi. Já, þetta er náttúrulega bara óíþróttamannsleg framkoma. Og svona í einhverjum bókum þá held ég að það er réttlætanlega að gefa rautt spjald við svona. Ég veit það ekki, það er náttúrulega svo mjög greinilegt hvað hann setur fótinn út einhvern veginn vísvitandi til þess að fella hann. Það er svona, hefði ekkert komið mér á óvart þegar þau dæmt rautt spjald þarna. Auðvitað einhvern veginn maður hugsa rautt spjald og maður sér fyrir sig einhver lemja einhvern í andliti eða fleygi einhverjum í gólfið sem er komin upp í 3 metrana. En þetta er kannski svona öðruvísi einhvern veginn rautt spjald. Dómari þarf að vera svo rosalega viss ef hann þarf að dæma rautt spjald á þetta hann sé að fella hann viljandi, sko. Því það getur vel verið að hann sé bara rétt að líta á þetta þegar þetta gerist, sko. Hvort það sé óvart eða að renda saman eða eitthvað, en hann rekur hann út á þannig að eitthvað sér hann, sko. Virði sjá einmitt. Svo er þetta bara félagar í unglingalandsliðinu, sko. Þannig að ég nú bara mörguleyti, þú veist, ekki ánægð með Andra, en gott að sé eitthvað svona eðli í honum að láta finna fyrir sér, sko, við liðsfélagar. Gústi góð með 2-3 mörk þarna. Skama þeir hittast næst í honum, sko. En já, þetta er það mikið einhvern veginn vísvitandi lyfta löppina fellan hann að ég held að rautt spjald hafi verið réttasti dómurinn. Samkvæmt laganna bókstaf, það sé það.